Allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Það var skilverið að nálgast landið í dag og af þeim sökum þá hefur hvesst af suðri þegar liðið hefur á daginn og var sumst það vel hvasst hér vestanlands nú rétt fyrir fréttir. En við sjáum að þessi skil að þau virðast nú vera töluvert efnismikil þegar þeir eru að koma hér upp en hæðin hér austra landi, hún mun nú halda á móti og þessi skil að þau munu eiginlega staðnæmast þegar koma hér yfir vestanvert landið og eyðast smá saman þegar líður á morgundaginn. Og í framhaldinu þá mun loftþrýstingur fara hækkandi hjá okkur og samspil þessara hæðar þá hér norðaustur af landi og lægðakerfis hér suðaustur í hafi með valda því að það verða austlægar áttir ríkjandi á landinu næstu daga. En við sjáum að þessi skil að það kalt loft að baki þeim sem að nær þá ekki fyllilega að komast hér upp að landi þó vissulega sé nú ekkert íkja hlýtt hjá okkur en við sjáum að þessi austanátt að hún mun nú sennilega færa okkur heilítið hlýra loft þegar hún nær tökum hér. En förum þá í landshlutina og við byrjum þá í fyrramálið á suðvesturhorninu og þá sjáum við hér í rauninni í þessum lit leifarnar af þessum skilum. Það er viðbúið að það muni gera úrkomu frá þessu skilum víða hér vestanlands í kvöld, nótt og eitthvað fram á morgundaginn og vissulega mjög kalt loft að baki þessu skilum og hætt við því að úrkoma verði víða slydda eða jafnvel snjókoma en það þarf þó lítið til að það komi meiri bloti í þessa úrkomu. En þetta verða fyrst og fremst Reykjanesið og Faxaflóin sem að fær úrkomuna og Suðurlandi verður þurrara og jafnvel vel bjart á köflum. Við sjáum að hitinn svona og yfir frostmark í fyrramálið en síðan þegar komið fram yfir hádegi eða klukkan 15 og þá sjáum við að bæði það að skilin þannig að þau hafa trosnað enn minni úrkoma í þessu og hún orðin eilítið hlýrri því hitast þegar eilítið herra og að öðru leyti litla breytingar og hægur vindur svona víðast hvar og viðbúið síðan að það verði orðið nánast úrkomulaust þá síðdegis og morgun eða annað kvöld hér vestanlands. Og svipað á teikningunum þá á norðvesturhorninu, þetta staðan klukkan 8 í fyrramálið, það getur þá verið úrkoma sums staðar við Breiðafjörðinn og jafnvel að ná inn á Vestfirði, sérstaklega sunnanverða, en annars staðar alveg ágætis veður, þó vissulega sé ekki ýkja hlýtt í fyrramálið, en þegar líður á daginn þá gerist í rauninni hið sama. Það getur verið áfram skýja hér klukkan 15 á morgun við Breiðafjörðinn en öllu bjartar yfir annars staðar og úrkomi lítið og úrkomi laust. Getur séð hámarksitt á Norðurlandi vera nálgast 10 stigin á morgun. En hvað varðar norðausturhornið þá verður morgundagurinn bjartur, það verður létt skýjað nær allan daginn ef ekki allan og hitið svona bakliðin á því svo að það verður væntanlega víða næturfrost bæði í nótt og næstu nótt þar á eftir og sérstaklega aðra nótt út þegar það geti gert töluvert næturfrost sérstaklega þá inn til landsins en ágætis veður enga síður og sólríkt en kannski minni líkur þegar við komum yfir á suðausturhornið að verði viðlíka sólríkt. Það austanátt sem að dregur þá rakara loft hér inn á ströndina svo allan að getum kallað að það verði skýjað með köflum á morgun þó það verður nú sennilega úrkomi lítið. Förum þá yfir á næstu daga og þá sjáum við að það á föstudaginn austlæg átt ríkjandi, hún getur verið strekkinskvössina með suðausturströndinni og sums staðar á Vestfjörðum, annars vindur svona vel innan þolmarka, bjart veður sunnan og vestanlands og heldur þyngra yfir á Norðurlandi, sérstaklega þá norðaustanlands, það ákveðlega lítil úrkoma í þessu á föstudaginn og ekki breytist veður mikið þegar við komum inn á helgina. Þetta þá laugardagurinn áfram veður með þessu austanátt sínu hvössust hér suðaustanlands, svona hægur vindur víðast hvar annars staðar, bjart veður vestanvert landið en sennilega skýjað að mestu leyti þá fyrir austan. Og áfram á sunnudaginn þá verður nú þetta svona á líkum nótum nema það getur ringt eitthvað lítilega hér við suðurströndina þegar líður á sunnudaginn.
En við förum betur yfir það að loknum 10 fréttum. Verið þið sæl.